Hérna efni fyrir próf 1 í RAD 300, sem sagt þetta báðar bækurnar sem við erum með þessu, bæði fyrri og seinni hluti af rafeindatækni, og það sem við skoðum hérna fyrst hvernig við lesum litakóða á svona mótstöðum. Þessar glærur fenguð þið á kennsluefnum, þið eru með þetta hérna, þannig að spurning hvort ég finn ekki hérna. Og þá sjáum við að fyrsti liturinn hérna, hann gefur okkur tölu, annar liturinn gefur okkur líka tölu, þriðji liturinn gefur okkur margföldunarstöðul eða fjölda núlla. Þannig að ef við erum kannski með 47 kilóma mótstöðu, þá væri fyrsti liturinn hérna gulur, það 4, og síðan væri 7, það væri sem sagt fjölblár litur, og síðan kílóóm, það væri þá sem sagt appelsínugulur eða sinnum 10 þriðjungi, eða það er sem sagt 3,0, það er sem sagt fjöldi núlla eða margföldun, sinnum 1000, það er sem sagt á, ef við skoðum hérna, nei, það er á einhverju, það sem hérna, þetta útskipt í bókinni svona, sko, að það er fjöldi núlla sem að kemur hérna fyrir aftan, það er einfaldar að lesa út fyrir þannig, og síðan fjórði litur sem að gefur okkur frávik, og við hefum oft verið með gull, og það pluss mínus 5%, og þetta sem sagt þegar við erum með 4 litakóða. Ef við erum með 5 litakóða eins og þessi mótstaða hérna með, að þá eru fyrstu 3 tölurnar sem að segja okkur til tölugildi, og síðan margföldunarstöðull eða fjöldi núlla, það 4. liturinn, og 5. liturinn þá að gefa okkur frávikið. Og ef frávikið til dæmis pluss mínus 2%, þá væri það brúnlitur, og ef það pluss mínus 5% þá það gull. En þannig að hérna, þetta nákvæmara, og þannig að þið eru með þetta alveg á hreinu, hvernig þið lesið af þessu. Þá þetta 3 tölur hérna fyrst, og svo margföldunarstöðull eða fjöldi núlla. Ok, næsta mál þess á stillimótstöður geta verið mismunandi, það geta verið línulegar eða logaritmískar. Þá hérna, LDR eða? Nei, það LDR Light Dependent Resistor, það sem sagt ljósháð mótstaða, en sem sagt þetta bara línuleg mótstaða, hún sem sagt stillimótstaða, og ef að hérna við stillið hana í miðju, þá á hún að vera helmingurinn af sem sagt hæsta gildinu af mótstöðinni. Ef að hins vegar með logaritmíska mótstöðu, eins og þessi hérna, að þá ekki sama sem sagt mæling, heldur að þegar þið eruð með miðstöðu á mótstöðinni, þá hún annarkvort næstum því, eða komin vel á veg með þetta að verða allt viðnámið, heildarstærðin, eða þá að, sko, ef þið mælið á hinn veginn, þá tiltölulega lítil mótstaða, því að það hægt að mæla þetta á 2 vegu, því að hún gæti snúið á hinn veginn. Það fyrir eftir í hvor megin þið mælið þetta. En eiginbreytilegar mótstöðurnar, þær eru eins og þú sagðir hérna LDR, það ljósháð mótstaða, Light Dependent Resistor. Sko, þið að nota í vélgagnskerfinu NTC, það sem sagt með neikvæðum viðnámsveitastöðli, PTC með jákvæðum viðnámsveitastöðli, og sem sagt LDR og spennuhámótstaða VAFDR. Þannig að þetta eru þær mótstöður sem að þið voruð að fjalla í RAD 100.
Einhverjar spurningar varðandi þetta? Sko, NTC, það minnkar viðnámið í henni við aukinn hita. PTC, það eykst viðnámið við aukinn hita. LDR, það minnkar viðnámið í því við aukið ljósmagn. Og spennuháða mótstaðan, hún minnkar viðnám sitt við ákveðna háa spennu, oft til að verja innganga á einhverjum mælitækjum eða búnaði. Og síðan það þéttarnir, ef það hafi ekki spurningar á hinu, að við erum með ýmsar gerðir af þéttum. Við erum með plastþétta, við erum með líka raflausnarþétta og við erum með keramikþétta og ýmislegt, en við höfum aðalega fjallað um þessa plastþétta og tantalþéttara. Og tantalþéttarnir, þeir eru sem sagt með dálítið mikla rýmd með hvað þeir taka lítið pláss. Þeir eru ekki plássfrekir en geta haft mikla rýmd. Og við þyrftum að hafa mun stærri, það tæki miklu meira pláss ef við værum með raflausnarþétti venjulegan á móti tantalþétti. Þannig að aðal kosturinn við tantalþétti er hvað er smár með hvað er mikil rýmd í honum. En tantalþéttirinn, hann er líka pólaður. Skulum sjá. Við sjáum hérna tantalþétti. Já, þetta er tantalþéttir. Hann er sem sagt pólaður, það er plúsin er merktur hérna á honum og það er þarna positív tengingin á honum og svo mínus hérna megin. Þannig að spennumerking á honum líka 35 volt og þessi er 4,7 mikrofarad líklega. En síðan eru sem sagt raflausnarþéttarnir, þeir eru vafðir svona upp og það er ákveðin raflausn inn í þeim til þess að sem sagt hleðslu berar og síðan hleðst það upp á sitt hvora plötuna. Og hér höfum við sem sagt plastþétti og það er sem sagt sýndar hérna merkingar á þeim. Og þeir eru ópólaðir hins vegar. Raflausnarþéttarnir, þeir eru pólaðir. Plastþéttarnir eru ópólaðir. Þetta er nú ýmist pólað eða ópólað. Þetta er keramikþétturinn, hann er ópólaður. Þessi polypropylen þéttir, þetta er ópólað. En allir axial electrolytic, þetta eru pólaðir þéttar. Þannig að við sjáum það líka hérna, þetta er ýmst sem sagt pólað eða ópólað. Þessi hérna lengst til vinstri, non-polarized hérna, síðan eru pólaðir þéttar hérna. Svo er líka náttúrulega tilstillanlega þéttari, við höfum ekki farið í þá. En þá held ég að aðal atriði varðandi þéttarna sé komið. Varðandi hálfleiðarana, byrjum við á díóðunum. Að við erum ísa gerðir af díóðum, það er signaldíóða, það sem við höfum verið með DUS, Diode Universal Semiconductor, og það er svona aðalega fyrir svona signal, það er mjög lítið merki. Og svo höfum við náttúrulega afriðisdíóður, svona eins og við höfum verið með upp í svona 3 ampere eða eitthvað slíkt, og síðan afriðisdíóður sem við höfum mælt líka. Og svo höfum við verið með brúafriðla, sem eru 4 díóður í. Og afriðisdíóður eru náttúrulega aðalega eins og þessi hérna stóra, svo er þekkið. Skrúfuð í kæliplötu til þess að kæla. Og katóðan er merkt hérna. Signaldíóðan, hérna er katóðan, merkt með svörtu striki hérna. Þetta er það sem við höfum verið að nota. Og upplýsingar spennuþol og straumþol. Og svo erum við með aðeins meiri straumþol, svo 3 ampere og slíkt. Og við erum með spennuþol upp í 1000 volt, eins og 1N5408
hún þolir 1000 volt bakspennt og við höfum verið að tengja eitthvað aðeins minni díóðu í hérna vélgæslukerfinu til þess að fá spennu frá 230 volta kerfinu, en hérna eru sem sagt aflafriðis díóðunar. Þær eru fyrir miklu hærri strauma sem sagt og skrúaðar í kælplötur og slíkt. Síðan eru fleiri hálfleiðarar, hérna eru afriðis brýr, brúafriðill og sinnerdíóður sem að við erum nú ekki að nota akkurat í augnablikinu, en við fórum í þetta í 100 og þurfum alltaf fallmótstöðu með þessum sinnerdíóðum vegna þess að það er þola ákveðin straum í gegnum sig. En þið spurðið bara ef það er eitthvað sem þið áttu ykkur ekki á samvættu við þetta. Getur vel verið að sé eitthvað dæmi í prófunu sem að gæti komið, en þetta er í fyrri bókinni þar sem fjallar sinnerdíóður. Og svo eru fleiri hálfleiðar eins og týristórar og sem við vorum með síðast, og svo náttúrulega díak sem var notaður í tengslu við tríakinn í dimmerrásinni og hann leiðir í báðar áttir eins og þið munið, og eins tríakinn hann þurfti náttúrulega strauminn á stýriskautið á gate til þess að leiða. Díakinn hann tengdi hérna inn á stýriskautið fyrir tríakinn, þið munið eftir þessari rás. Og síðan eru transistorarnir, það eru PNP og NPN transistorar. Hérna er PNP transistorin sem þið eru mest að nota í ykkar rás, og svo eru NPN, hann snýr bara akkurat á hina hliðina að emitturinn tengist við mínusinn. En síðan erum við með hérna Unity transistorin, við notuðum hann við týristorstýringu í síðasta áfanga 200, og svo höfum við sviðsáhrifatransistora, N-rásar og P-rásar transistora, og hérna N-rásar transistorarnir þeir vinna svipað eins og NPN transistorar að því leyti að við erum með hátt gildi miðað við mínusinn til þess að láta NPN leiða, það er 0,7 voltum hærri heldur en mínusinn hérna til þess að leiða hinn gegnum sig. Og sama með N-rásar transistorin, hann þarf í rauninni hátt gildi. Ef við verðum með 5 volt á þessu myndum við setja 5 voltin á gateið hérna og þá myndi hann leiða hérna niður. Og P-rásar transistorin þeir eru bara akkurat öfugt, að þeir þurfa lágt gildi, sem sagt þessi þarf hérna PNP transistorin þarf 0,7 voltum lægri spennu á base til þess að leiða. Þá fáum við strömi hérna niður og niður í mínus gegnum þérna. Þá leiðir hann. Eins með P-rásar transistorin hérna, að hann þarf lágt gildi svo að hann bara hérna 0 volt á inganginn, svo að hann leiði hérna út. Og þá myndum við fá spennu hérna út á útganginn, af því hann tengir frá pluss hérna í þessu rás til dæmis. Þannig ef það væri spurt sko, ok, hvað merki fáum við út ef við fáum hátt gildi inn, hvað myndum við fá út á þessum transistor eða hérna útganginn? Ef það væri hátt inn, hvað væri þá? Já, þá myndum við vera lágt út, af því þá væri hann lokaður, þá væri við bara með 0 volt spennu út. Við þurfum að fá lágt gildi hérna til þess að hann opni, og þá fáum við hátt gildi að spennugjafa spennuna, eða til dæmis 5 volt eins og við verum oft með á þessum rásum hjá okkur. Ok, síðan í rásinni 4093 þá erum við með sérstaka virkni sem að er kölluð Smith-trigger. Það er sérstakt tákn á myndinni hjá okkur af hliðunum, nandhliðunum, og það virkar þannig að spennan þarf að fara upp fyrir ákveðið mark. Það er þessi grænu línur hérna. Spennan þarf að fara upp fyrir ákveðið mark til þess að inngangurinn túlki það sem háttgildi. Það er B hérna, það er með þessum Smith-trigger,
og síðan þarf spennan að fara undir ákveðið mark til þess að tákna það sem loftgildi. Og þetta er til þess að losna við ákveðna truflanir, eins og þið sjáu hérna. Að ef að við erum bara með svona samanburðarþátt eins og þennan komparator hérna í A, að þá fengjum við inn þessa truflun hérna. Hérna færum við undir þessa miðlínu sem er bara samanburðarþáttur, og þá værum við með láttgildi á þessu bili hérna og aftur láttgildi hérna seinna. En við fáum ekki þessa truflun inn þegar við notum þennan Smith-Trigger inngang. Það getum við útilokað svona óþarfa truflanir. Þess vegna eru að nota Smith-Trigger í innganginum. Þessum tíma tengdu það ekki, ef það er snöggur upp í hátt, þá virkar það ekki. Þú sér þá að gera alveg upp í hátt. Hérna? Það virkar ekki. Ertu að meina hérna? Nei, í efra gildi sko. Já sko, hérna... Það er ekki að því að það þarf að vera einhvern tíma sem það þarf að bíða. Nei, hann þarf bara að fara upp fyrir ákveðið gildi. Sko, hann var í hágildi hérna, hann er komin upp í háttgildi hérna, og þá helst hann bara í því gildi. Hann segir, það er bara hátt inn, og ef hann fer ekki niður fyrir, þá breytir hann ekki stöðu. Hann segir, það er bara hátt, þangað til að spenna fyrir örugglega undir grænulínuna aftur. Þannig virkar þetta. Ok. Jæja, næsta mál. Þá eru bara rásirnar hérna og hálfvegararnir, insulated gate bipolar transistorarnir sem við vorum með á síðustu önn. Þeir voru notaðir í útgangsrás fyrir 3 fasa mótora í tíðni breytum, og aðferðin við það að búa til spennu fyrir mótorinn hét pulse width mótun eða pulse width modulation. Þið munið eftir því, og þeir eru bara byggðir þannig að fyrir hlutin á þeim eru svipaðir eins og þessir sviðsáhrifatransistorar sem við höfum verið að kynnast, og þá er spenna sem hefur áhrif á þá, sem sagt rafsvið en ekki straumur, sem að gera það verkum það er mjög auðvelt að kveikja og slökkva á þeim mjög hratt, og það þarf að gera það til þess að búa til svona mikla tíðni hérna út á mótorinn, til þess að geta púlsvíta mótað spennu út á mótor. Það þarf að geta slökkt og kveikt á þeim hratt. Seinni hlutin á þeim, sem sagt kraftrásin í gegnum þá, er í rauninni byggður svipaður og bipolar transistor. Þannig að þetta er gert úr tveimur tegundum af transistorum, sem sagt fyrir hlutin er sviðsáhrifatransistor og seinni hlutin er samskeytatransistor eða bipolar transistor, eins og þið sjáu í táknin af þessu hérna. Ok, við þurfum í sjálfsögðu ekkert að kafa dýpra í þetta. Þetta er bara PFM, hefur munið eftir því, pulse width mótunin. Og svo eru hálfleiðara, þessar ljóstengi. Ljóstengin, þau eru hérna ýmist með transistor, það er ljóstíða sem að lýsir á ljósnæman flöt á transistor, og þetta eru búin að flestir að tengja upp. Þannig að hérna erum við að einangra spennu kerfi frá hverju öðru en gefa signal eða merki hérna á milli. Seinna meir í lið 6 í vélgæslukerfinu þá nýtum við ljóstengi með tríak til þess að kveikja á stærri tríak. Tengjum þetta hérna inn á stýriskött á stærri tríak sem við fáum samband þá út á hverfiljós og flautu. Þannig að hérna verðum við að senda merki frá 5 volta kerfinu okkar. Hér þurfum við að bæta við transistor og þessum tveimur viðnámum. Viðnámið fyrir kollektorstraumin og viðnámið á base. Og eina á tenginguna þarna sem er merkt fyrir flaut og hverfiljós. Þannig að allt það bætist hérna við. 2 viðnám, transistor og þetta dót hérna. Það förum við náttúrulega betur í rásinni. Og það er í rauninni ekki verið að spyrja um það akkurat í þessu prófi. Heldur bara til hvers eru ljóstengi almennt, eða optocouplers eins og það heitir á ensku. Ok, síðan höfum við hérna aðgerðmagnana og við erum með
þessa tvo inganga, mínusinganginn og plúsinganginn, og þetta virkar þannig að við erum með oft viðmiðunarspennu sem sagt, eða óskgildi, kjörgildi stundum kallað, inn á ingang 2 og oft erum við með merki inn á 3 eða sem sagt mælinguna 3 og þá raungildi sem að ef það fer yfir mínusinganginn þá verður útgangurinn hár ef það er með samanbæra magnara. Auk þess getum við náttúrulega notað þennan bara sem venjulega magnara og tengt hann upp með svona afturvirkni tengingu hérna, R2, svona svo kallað feedback hérna, og þá fáum við mögnun eins og við sjáum með þessari formúlu hérna, R2 delt með R1. Og á að koma mínustal út úr þessu? Já, sko, við þurfum bara að snúa póluninni á hérna U-inn við til þess að við fáum, já, þá breytist spennan, ef að hækkar spennan á U-inn með á öfri pólun, þá verður spennan jákvæðari hérna út og hækkar hún hér, ef hún hækkar hér í neikvæða átt, þá hækkar hún jákvæða átt hérna út. Eins og við sjáum á tengingunni hérna í rásinni sem ég setti inn á, sjá hérna, já, eins og þessari rás hérna. Við tengjum sem sagt þennan spennugjafa þar sem við erum að líka eftir hérna, hittarafaka, þannig að plúspóllinn fer á mínusinn á rásinni á okkur. En mínusinn á hittarafakanum tengist hérna inn á R1 og síðan ákveðum mögnun í þessari rás og við fáum þessa spennu hérna ef að hérna hitinn milli heitutengingu og köldutengingarinnar, sem sagt ef að sá hitamunur eykst, þá fáum við hærri spennu hérna út, hærri neikvæðari spennu hérna sem verður að hærri jákvæðari spennu hérna, þá hækkar spennan hérna út og þá getum við fengið hérna inn á ingang 3. Þá getum við notað þennan seinni hluta alveg eins og í þessari rás hér þar sem við fengum hærri spennu hérna á 3 eftir því sem að hitinn á NTC jókst, sko. Þannig að hérna ef við tengjum þessa rásir saman, þá hérna vinna þær þannig að ef að hitinn verður of mikill hérna, þá getum við stilt þannig til að þá fáum við viðvörun þegar að spenna á 3 er hærri heldur en á 2 og þá fáum við háttgildi út á 6 og 6 tengist þá inn á í staðan fyrir viðvörun á rófan. Þannig að en þessi rás hérna, hún er til prófs í rauninni. Hérna erum við með viðmiðunargildi inn á 2 sem er bara fast stilt eitthvað ákveðið. Það gefur bara upp stærðirnar á þessum 2 viðnámi og stærðirnar á NTC og hinu viðnáminu hérna á móti. Og þá er rauninni þar bara að finna heildar viðnámið í viðkomandi legg hérna, bæði hér og hérna, áður maður sko heldur áfram, því að síðan finnum maður þá strauminn út frá spennugjafaspennunni hérna niður. Sko við getum gert ráð fyrir að það sé engin straumur hérna inn á aðgerðamagnan, þannig það lítill að við getum sleppt að gera ráð fyrir honum. Þannig að til þess að finna þessa spennu hérna frá hingað er bara að finna heildarstraumin hérna niður út frá sem sagt samlagningun á þessum 2 viðnámum og deilum stærðinni þeirri stærð upp í 5 voltin, fáum straum hérna í gegn og þegar sá straumur er fundinn þá margföldum við þann straum sinnum neðri í mótstöðuna til þess að fá spennuna hérna frá U2 hérna frá og yfir þetta viðnám. Þá fáum við spennuna hér fyrst og síðan gerum maður alveg eins hérna, finna bara heildarviðnámið og taka síðan hérna fá strauminn 5 volt deilt með heildarviðnáminu og fá strauminn hérna niður og þá nota strauminn og margfalda sinnum 15K og þá fer maður spennuna sem er á þristinum í 4 augnablikki
og þá væntanlega svo spenna lægri á þristinum heldur en tvistinum þegar þetta kalt ástand. Og síðan stundum spurt sko, hvað þarf NTC-mótstaðan að verða stór til þess, eða lítil til þess að spennan á þristinum verði 0,1 volti hærri heldur en á tvistinum. Og þá fáum við náttúrulega hátt gildi á sexuna. Og þá bara athugum við hvaða spennu fengum við hérna og gerum þá ráð fyrir hærri 0,1 volti hærri spennu yfir 15 kV mótstöðuna hérna. Reiknum þann straum út sem þurfti í gegnum 15 kV mótstöð til þess að fá þessa spennu sem 0,1 volti hærra og athuga hvað þá mikið spenna eftir af spennugjafarspennunni, sem sagt spennugjafarspennan mínus þessi spenna í þristinu sem að gefur okkur bilunina út, hátt gildið á sexuna. Og svo rest af spennunni þá spenna yfir NTC-mótstöðuna og straumurinn sem við erum að reikna með hérna notaður til þess að deila upp í restina af spennunni og þá fáum við út stærðin á NTC-mótstöðunni. Við skulum skoða þetta bara betur í dæmi og eftir, en almennt eins og þið sjáu hérna, þetta kemur með á formúlublaðinu, að ef að U3 stærri en U2 þá útgangurinn hérna með hátt gildi 5 volt eitthvað slíkt. En ef að U3 eins og til dæmis ef þetta væri kalt ástand í þessu, að ef U3 með lægri spennu heldur en U2 þá útgangurinn lágur. Þetta eitthvað 1,8 volt eða það bil það. Við skulum hérna skoða þetta dæmi betur í hérna prófinu sem var þarna áðan og þetta bara með aðgerðamagnar með hitarafaka sem þið farið í lið 5 og tengið þetta upp í multisim með að þetta ekkert svakalegt nema kannski að þið þurftu að reikna mögnunina í þessu að þá hafið þið formúluna á formúlublaðinu þessa formúlu hérna að út þá þetta hlutfall sinnum U-inn og vegna þess að það mínus hérna þá hérna og þetta snýr við merkinu og þá fáum við jákvæða tölu út en allt í lagi. Sem sagt, síðan vorum við líka í 200 áfanganum með spennuregla 79 serían gaf okkur pluss reglaða spennu út bara beinalínu, 79 serían gefur okkur mínus en svona þetta notað til þess að fá jafna spennu og við skiljum eftir gáruspennu hérna fyrir framann þetta reiknum við allt út í 200 áfanganum og síðan fleiri hagnýtar á sér munið eftir þessu transistor hérna eða þið tengdu upp svona rás í 100 já, þetta Darlington tenging transistora og það hægt að fá transistora þar sem að þetta bara innbyggt í eitt hús, svona 2 transistorar en sko við verum með sem sagt hálfbylgjuafriðun eins og við notuðum inn á ljóstengið okkar svo náttúrulega heilbylgjuafriðun við erum með 3 fasa afriðun og Darlington tengingu transistorana við erum með dimmer ljósleifi með diak og triak við erum með minnistættina NOR flip-flop og NAND flip-flop og það sem sagt eitthvað af þessu gæti hugsanlega komið á þessu prófi þetta það sem við erum búin að læra erum það ekki búin með þetta? Jú, eitt blað sem sagt, þá skulum við líta á sjálft prófið sem að ég setti hérna inn sjá það hérna og það spurt hérna fyrst hvað þessi aðferð við afriðun kölluð aðeins pásu á þetta hvað þetta kallað? Já, þetta heilbylgjuafriðun hvað notuðu marga díóður í þetta? Já hægt að fá þessa afriðun fram með öðrum hætti? Pluss 2 díóður pluss spenni, miðúttak á spenni já, en ég meina segðu með 4 díóðum það alveg nóg sko, ég ætlaði bara að
að tók hvað þið myndið mikið. En allt í lagi. Þá er hérna 2. Hér er að ræða díóðu, hvernig díóða virkar í jafnstraumsrás. Stundum er díóða notuð sem pólunnar vörn, þannig að hún passar upp á það að tæki fái rétta pólu. Þið kannski þetta, þannig að ef þið tengið útvarpið eitthvað óvart öfugt að þá eyðileggst það ekki. Það er vegna þess að það er díóða í rásinni sem að hindraði það að spenna komist inn á það. Já. En hérna er hún, hvort er hún bakspent eða forspent á þessari rás hérna? Hún er forspent, já, akkurat. Þannig að hérna getum við sagt, ok, það verður straumur í rásinni og hvaða spenna verður þá yfir hérna viðnámið sem er 22 ohm? Já, það verður 31,3 vegna þess að það fellur 0,78 spenna yfir díóðuna. Og þá getum við reiknað strauminn hérna í rásinni og sem sagt þá er það spennan 31,3 deilt með 22 ohmum. Og þá er það straumurinn sem að kemur hérna. Og það var spurt hvaða straum og spennu síðan mælendir. Akkurat. En ef hún myndi snúa öfugt, hvaða straumur væri þá í rásinni? Ok. Og hvaða spenna væri? Það væri 0, já. Akkurat. Hvar væri þá öll spennan hérna frá spenningjafarspenninni? Hún myndi allir við díóðuna, vera bara yfir díóðunni. Ef við myndum staðsetja spennumæli í díóðuna, þá myndum við mæla þar 32 volt. Akkurat. Eins og rofi, já. Rofi sem að tengir ekki. Alveg rétt. Ok. Hérna er við viðnám sem að finna út merkingum hvað er stórt í hún. Og hvað er þetta stórt? Grænn, blár, rauður og þetta er 5 lita kótiði og síðasti liturinn hérna þetta er frávikið. Þannig að þetta hér er margfaldunarstöðlin. Exakt. Já, 562 kíló. Og það er bara síða sem maður getur farið á til þess að geta fundið útvarpsvöss með að vera að læra á þetta. En það er þá 5, 6, 2 og svo síðasti liturinn er fjöldi 0 eða margfaldunarstöðl eða multiplier hérna og það orange er sinnum 10 í 3. veldi. Ok. Næsta mál á dagskrá, já, hérna var spurning fyrir hvað stendur skammstöfun IGBT og í hvaða tækjum er þessi íhluti notaðir sem sagt. Það er insulated gate bipolar transistor og þetta er notað í útgangsrásum tíðni breyta í hraðastýringu fyrir 3-fasa rafstraumsmótora. Og þetta er tákn fyrir IGBT og já, þetta var tilherrið spurningunni þarna fyrir ofan. Insulated gate bipolar transistor heitir þetta. Ok, 5. Hvað á mælirinn að sína ef afriðillinn hérna á þessari mynd er í lagi? Hérna þurfum við bara að teikna mynd af brúafriðli þar sem maður er með 4 díóður og það er snúaðar sem sagt ef við teiknum mínusinn, þannig að hafa þau niður þá snúaðar allar sem sagt vísa í áttina upp og þá erum við að reyna að setja strauminn öfug átt í gegnum eina díóðuna. Ekki satt? Þurfið nokkuð að setja aðstöðu í þessu? Nei. Þetta er óhandalega stórt viðnám, allir sammála því. En ef það væri tengdur á plúsin? Ef að þessi hérna endi væri tekin úr sambandi hérna og settur inn á plúsin,
Já. Já. Við erum að reyna að senda strauminn öfugt í gegnum 4 díóður þá. Það er sama mál. Ef að ég næ einhverja brú, svona sjá. Það er nefnilega, hér er plúsin. Sjáu þið það sem er plús hérna? Það er nefnilega plús hérna. Úthafinni. Plús. Og mínus er nefnilega hérna megin. Þetta er mínusinn. Og riðspennan kemur inn á hér, uppi og niðri. Þannig að ég væri að tengja mæli, viðnámsmæli hjá mér, þannig að plúsin á honum, ef að hann fer, eins og þú varst að tala inn á plúsin hérna, þetta verður plúsin, þá verður ég að reyna að tróða sem sagt plús, ég fer með þetta mínusinn inn á mínus á mælinu sko, inn á mínusin á brúnni, þá er að reyna að setja strauminn þessa átt hérna og það eru alla 4 díóðurnar sem að stoppa þennan straum af. Hún átt ykkur á því. Já. Þannig að hins vegar ef að ég myndi setja sem sagt frá mælinum allarleið sko hingað, þá er ég bara að reyna að prófa eina díóðu eða hingað, þá er ég að reyna eina díóðu, hvort að hún er í lagi og svo myndi ég náttúrulega færa yfir að hérna. Þannig að alltaf að teiknið upp svona rás, svona brú. Allt í lagi, þetta er á hreinu, þá skulum við halda áfram með þetta. Hér er spurning, hvað kallast mótstaðan? Þetta er ljósháð mótstaða, Light Dependent Resistor, LDR, akkurat. Og hérna er dæmi með sinnudíóðu. Hvað sýna mælindar á myndinni ef spennugjafinn er stilltur á 15 volt? Þessi hérna. Það er mælinni hérna sýnir 15 volt. Já, saman því. Og Vantar segulbörn. datt hún út. Minka myndina. Jú, Nei. ég veit ekki, hvert voru hún? Finnum við hana aldrei aftur. Vittu, svona, ég minka myndina. Það var 9 volt. Ok, spennan í 9 volt. Þá sýnir þessi mælur hérna 9 volta spennu. Sammála? Ok, spennumælirnir komnir. 15 og 9. Hver er munurinn? 6. Ok, þá finnst strauminn út á því að sá segjum við 6 volt deilt með stærðina á þessu R. Þá fáum við strauminn. 6 styrkur trúður. Já, því að það er spennu munurinn hérna á milli yfir mótstöðuna. Það er 5. 10 myndir eða. Já, já. 5 milliampere þá. Ok. Því að viðnámið það díðana fyrir ómiklum straum og tæki sem að tengist við hana er greinilega fyrir 9 volt, þannig að sundíðan passar upp á það að tæki fái aldrei hærri spennu heldur en 9 volt. Ok, einhverja spurningar varðandi þetta? Herri, þessi texti hérna, hann á að vera næstu síðu. Þetta er eitthvað gerst hérna, já. Dæmi 8 hérna, hvað sína mælarnir og aðtóa stöðu rófans hérna, strömmögnun er 153,8. Já, þetta er PNP transistor hérna, eins og þið hafið í rásin ykkar og við sjáum að rófin hérna, hann er tengdur hvert? Upp í blúsin, já. Þá er þetta ákaflega einfalt mál. Sko, base emittispennan hérna,
U4 mælir sem er merktur U4, hann er bara 0 volt eða ekki. Það er engin spennumunur frá 5 voltum til 5 volta. Nei, base emitter spennan er 0 volt. Hvað er base ströymurinn? Hann er líka 0 ampere. Og þá ætti í rauninni að vera bara full spennugjafaspennan á þessum U5. Já, það tengist hérna upp í, þannig að þetta er bara 5 volta spenna á U5. Og hvað með þennan strömmæli hérna sem er merktur U3? Já, 0, akkurat. Og svo er sennilega einhver spennumæli hér. Hvað er spennan þá yfir díóðana? Það er 0. Já, það er spennumælið þarna, minkum myndina. Hérna, U2. Já, það er strömmurinn, það er bara 0, af því að það er engin base strömmur. Ha? Sko, voltið sem forritið, það kann ekki að merkja mælana rétt. Það segir U allt. Það er bara gallinn við þetta forrit. Já. En við sjáum, þú hefur alltaf sko leyst fram hjá einu, að hér er sýnt hérna, innra viðná mælisins og það stendur A hérna. Þetta er ampermælir. Þannig að þetta er ekki spennumælir. Bara vandamálið er að merkingar, þetta er allir mælar eru merktir sem U, einhver hluta vegna. Og ég veit ekki hvort þeir nota U fyrir spennu sko. Þetta er bara, það er merkja mælan. Jæja, en ef að þessi rofi væri tengdur hérna niður, þá vitið þið alveg hvað myndi mælast hérna. Hérna værið þið með 0,7 volta spennu hérna, base emitter spennuna, það væri 0,7 volt. Hérna getur við verið með sem sagt, þegar við með 5 volt mínus 0,7 deilt með 47 kΩ mótstöðu. Það er straumur sem er eitthvað í kringum 0,1 milliampere og þið væru með þá hérna í þessari rás þið eru með ljósið sem að fellir yfir sig 2 volt, þannig að þið eru með 3 volt yfir þetta 220 ohma mótstöðu hér, þannig að hérna er straumur einhvers staðar bilinu 10 til 12 milliampere, þannig að þessi straummælir er að sína 12 milliampere, þessi er að sína 2 volt. Sko þess að standardíóður, þær eru með 2 volta spennu yfir sig. Og U5, hann sýnir þá 5 volt. U5, 5 mínus 0,7, 4,3 volt. Einhverja spurningar frekari? Við erum búin að vera með báðastillingarnar á rofanum. Sem sagt, 0,7, 0,1 milliampere, 12 milliampere eða 10 milliampere, 2 volt, 4,3 volt. Þannig að ef að upptakan er ónýtt, að þá verð ég að segja hvernig mælirinn merktur. Þannig að þeir allt í klessu öðruvísi. Þannig að U4 er 0,7 volt, U2 er 0,1 milliampere, U3 er 10 til 12 milliampere. Já, hvað heitir þeir? Hérna, spennan yfir, já, hann er 2 volt og U5 gefur okkur 4,3 volt. Allt í lagi. Þá skulum við halda áfram. Hérna er mögnunarás. PH spenna er ókvæði. Stærð til útreikninga koma frá myndinni sem að 23 millivolt eru hérna inn á þessa formúlu sem að við vorum með hérna á formúlublaðinu. Svona lítur formúlublaðið þá út og við ætlum að fá hérna þessa formúlu hérna fyrir að gera magnara. Þessa hérna notum við þetta og færum þetta yfir á þetta hérna
svona, þá setjið þið inn stærðin á mótstöðunum R2 sem er 1 megaohm deilt með R1 sem er 10 kiloohm sinnum 23 sem 10 í mínus 3, þetta er millivolt. Og hvað fá út úr því? Og að því þetta fer inn á mínusinganginn, þá verður jákvæð spenna út, ekki satt? Þá er það 2,3 volt. Akkurat. Allt í góðu. Þau eru búin að prófa þetta. Æja, hver er munur á þessum mótstöðum? Sjá mynd. Þessi mótstæð er vinstri vafferi. Þetta er stillanleg mótstæð þar sem öxullinn nær út úr húsinu og það er takki utan á tækinu og þið getið stilt það utanfrá. Já. Hitt er hérna stilliviðnám sem er stilt með skrújárni, einhverju verkfæri sem er eingöngu innan tækis. Þetta hérna streik þýðir bara að það er stilt með verkfæri, skrújárni. Þetta er svona kallað trim stilliviðnám. Og hitt er vaff er eitthvað sko hérna stilliviðnám sem að við erum með öxul út úr tækinu. Ok. Svo spurti hérna ópólaða þétta keramik þettir, hann er ópólaður og póliester þettirinn, það er svona plastþettir, hann er ópólaður. Hinir andalþettarnir og rafstöð þetta er pólað. 12. Lýstu munum á núlpunktstýringu og fasastýringu við tríak. Og dæmi. Sko, núlpunktstýringin er þannig að við kveikjum á tríaknum við sem næst núllinu. Þannig að fáum sem minnsta truflanir. Og við notum þetta aðalega við hita tæki. Það sem við verðum að kveikja á elementum, það er bara í gangi ákveðin tíma. Kannski 2 klukkutíma eða eitthvað. Við verðum ekki að keyra þetta inn og út mjög hratt. Hýtur þetta ekki að opna það núlið? Já, til dæmis núlpunktstýring á einhverja opna. Mjög nokkuð það sem gerir. Já, hins vegar ef við erum að fasastýra eitthvað mjög nákvæmlega eins og birta á einhverju ljósi eða einhverju mjög nákvæmum hita kannski eða eitthvað slíkt, að þá erum við með klippingu á reiðbylgjunni og þá erum við með sem sagt, ákveðna gráðu sem opnur horn og það er kallað fasastýring. Þá notum við sko rás með díak og tríak og erum að opna alveg frá 0 upp í 180 gráður. Þannig að þið kannist við þetta úr 200 áfanganum. Og síðan er hérna í 13. spurningu, ég skil hann ekki alveg fyrir en ég sé myndina hérna fyrir neðan. Þessi spurning var að fara neðar ef ég get fært hana. Ó, náðist það? Já, ok, þetta náðist. Sem sagt, hérna er kannski aðal það dæmi sem að þið áttu erfiðast með að leysa. Ég næði þessu nú líklega inn með því að fara í svetta, svona já. Svona, sko, hvernig fyrir að þessu? Þú segir það saman góðum. Já. Sem sagt, spennan hérna á U2, við getum byrjað á því að finna hana út af því að það er bara föst við hérna, það breytist ekki neitt og við þurftum að stilla þetta með stillimótstöðu hérna á þægilegra stærð fyrir okkur þegar við vorum að prófa þetta á aðgerðmagnunum, þeir sem eru búin að því. En hér byrjum við á því að reikna út sem sagt, leggjum saman 15 kilóohmen og 10 kilóohmen, fáum þarna 25 kilóohm í heildina og deilum upp í 5 voltinn og fáum straum hérna niður. Og þann straum notum við til þess að margfalda sinnum 10K
og þá fáum við spennuna inn á punkt 2 I sinnum R. Hvaða spennu fáum við hérna inn á tvistinn? 2 volt. 2 volt, já. Ég ætla að sjá hvort ég get skrifað inn á þetta. Já. Þá erum við búin að reikna það út að það eru 2 volt á, inn á pinna 2. Og við eigum eftir að reikna út hvað spennan þegar á pinna 3 þegar að þetta kalt, en við ákveðum það að spennan á 3 verði að vera 0,1 volti hærri en á 2 til þess að útgangurinn fari í háttgildi. Þannig að hérna verði sem sagt 2,1 volt á hérna á þessum 2,1 volt. Það verður það hér. Og þá er spurning, sko, hvað verður þá hérna viðnámið lítið til þess að það gerist. En hvernig finnum við fyrst hérna hvað spennan við kalt ástand? Jú, gerum alveg eins á þann. Við leggjum saman hérna 15K og 25 og þá erum við með 30K eða ekki? 40 segi ég, já. 40 kíló og deilt upp í 5 voltinn fáum straum hérna niður. Og sá straumur margfaldaður sinnum 15 kíló og þá fáum við spennuna hérna við 3. Hvað er svo spenna? 1,8. Sjá. 875 volt. Ok, það er sem sagt, það er lægri spenna heldur en á mínusinganginum 2, þannig að þess vegna er lár út. Þannig að þá passar þetta allt saman, en síðan þarf spennan að vera sem sagt 0,1 volti hærri á þristinum til þess að við fáum bilunina á, eða 5 volt út. Og þá þurfum við bara að athuga hvaða spenn er þá yfir endismótstöðuna. Já. Og hvaða straumur er við þær aðstæður í hérna 15, gegnum 15 kílóum á mótstöðuna. Það er náttúrulega 2,1 volt deilt með 15 kílóum. Ok, hérna þá segjum við sem sagt hérna fyrir ofan þá er það restin af spennunni 2,9 volt deilt með straumnum sem að fór hérna niður, sem þurfti að fara hérna niður gegnum 15 kílóum á mótstöðuna til þess að fá 2,1 volt spennu yfir hana. Hvað var það mikill straumur? 0,14 milliampere. Ok.
og þá fáum við að vita hvað NTC er stórt. 20,7 kíló. 20,7 kíló ohm. Svona, þannig að þetta verður þá, þetta lækkar þá niður í 20,7 kíló ohm. Svona sem sagt að aðferðin er þessi. Byrja á því að athuga hvað er spennan í U2, finna heildarviðnámið hérna og segja svo 5 volt að spennugjafans deilt með því heildarviðnámi, fá straum. Straumurinn margfaldaður sinnum neðra viðnámið hérna 10 kilo ohm til þess að fá U2 og svo spenna breytist ekki neitt. Þannig í þessu tilfelli er 2 volt, það getur vel verið allt annað í prófinu. 2 volt í báðum tilfellum og síðan reiknum við út hvað er spennan í U3 þegar er kalt ástand. Þá gerum við það þannig að við gerum alveg eins, finnum heildarviðnámið í þessum hérna 2 mótstöðum og alveg sama, tökum 5 volt spennuna, deilum með því heildarviðnámi. Fáum straum og margföldum þann straum sinnum 15 kilo ohm á mótstöðuna. Þá fáum við spennuna inn á pinna 3, U3 og hún var hérna 1,875 sem var lægri spenna heldur en í mínusinganginu. Þannig að þegar plusingangurinn er með lægri spennu heldur en mínusingangurinn þá er lágt gildi út. Og því að ef að spennan á plusinganginum fer örlítið upp fyrir mínusingangin þá, og við erum ekki með neitt tilbaka viðnám hérna í þessari rás, þá er mögnunin mjög há í þessu hérna aðgerðarmagnara og hann breytir spennunni rosalega hratt frá lággildi í háttgildi. Svo að þegar við komum með hærri spennu á plusingangin heldur mínusingangin þá verður 6 útgangurinn háttgildi 5 volt. Og þá erum við komin með spennuna, sem sagt. En síðan, sem sagt, segjum við að þegar að spennan er komin 0,1 volti yfir spennuna á 2 í ingangi 2, að þá séum við komin með bilun og þá þurfum við að reikna út nýjan straum hérna til þess að geta notað þann straum sem þarf til þess að fá þessi 2,1 volt yfir 15 kilo ohm á mótstöðuna og þá þarf NTC að vera búið að lækka nógu mikið niður til þess að fá þennan straum í gegn og þá reiknum við þann straum út þess að 2,1 volt deilt með 15 kilo ohm á mótstöðunni fáum ákveðin straum og þann straum notum við til þess að deila upp í restinni af spennunni, þess að 5 volt spennu gjafaspennan mínus 2,1 volt og deilum með straumnum og þá fáum við þessi straumi hérna, þá fáum við viðnámsgildið í NTC mótstöðunni þegar að við erum komin með bilun. Það er orðið það heitt að við fáum hérna háttgildi út. Ok, þetta var þetta dæmi og er eitthvað fleira sem að er í þessu. Hvað er eitthvað dæmi eftir þetta? Þetta er síðast dæmið. En þá skulum við vona að þetta sé nógur undirbúningur fyrir prófið. Þá heldum við bara áfram sem sagt í verklegu sá hópur sem að var að koma.